Hæ, þetta er podcastum mitt, þetta er ekkert að þakka. Í podcastinu þá fæ ég gest og við tölum viku viðkomandi og síðan leysi ég eitt vandamál fyrir gestin og síðan má gesturinn spyrja mig hverju sem en beringin skilda til. Ég heiti Stefán og þetta er Sóley. Hæ. Hvað gerðirðu síðasta föstudag, Sóley? Já, bara beint. Bara beint í þetta. Beint í þetta. Já, bara ánum með það. Já. Hvað gerði ég síðast föstudag? Hvað dagur var það? Það var dagurinn, það var febrúar, já, dagurinn sem að borgarstjórnarmeirihlutann sprakk. Já, heyrðu, gaman að segja frá því. Já. Ég veit nokkala hvar ég var. Ok. Ég fór á uppistand hjá Sindra Sparkul Frey. Já. Já, í Tjarnarbíó, kyn/líf. Einmitt. Ég var að gefa út þátt með hán í dag. Nei, hættu. Og Það er gaman. vá, hán er geggjað. Ok, það hefur náttúrulega verið alveg geggjað, geggjað þáttur. Hvernig var sjóið? Ég hef ekki séð það, ég er bara búin að sjá fullt af klippum. Bara mæli með. Er það ekki? Skemmtilegt, jú. Ég sá líka slatta klippum úr einhverju, hán var með á Fringe í fyrra, eitthvað svona allir hinsegin fánanir frá sjónarhorni grafísks hönnuðar og ég er búin að sjá einhverju klippur af því líka. Hefur eitthvað séð af því? Nei, ekki. Ok, Bara, já. hán birtist bara allt í hennu og ég bara eitthvað, hvaða meistari Já, er þetta? það var rosalega gaman og ég manna það því að það var á borðið sem ég satt í hlíðinu, þá var ég myndi að vera að ræða þennan mögulega risting Já. í borgarstjórn, sko. Þú hefur bara sýnt í stóra salnum, eða ekki í Tjarnarbíó? Jú, ég vissi bara ekki að maður gæti sýnt í litla. Já. Það var alveg þannig. En þú seldur upp eða ekki bara? Jú, Já. þetta fyrsta sýningin var þá voru bara vinur og vandamenn, það var ammæli mitt, sko. Það var ammælið þetta. Já, Smart. þannig að ég var 46 ára og apparently er það bara leiðilegast ári manns, svona meðaltali, Já. svona eins og ef lífið er svona kurru, maður byrjar glaður, Já. fyrir til lífið og svo svona tvítugt þá byrja ábyrgðin að aukast Já. og maður verður bara dabrari og svo bara er maður alveg að missa þróttin og þá bara og kemur þetta 46 ára. Já. Gengur inn í það og það er allt bara hræðilegt og svo bánsa maður upp aftur. Er það búið að vera þín reynsla af 47 árinu? Sko, ég get ekki sagt með, ég sko ákveðilega bara með þetta svo fyndum pæling Já. að ég hugsaði bara, mér var alltaf langað að gera stand-up, ég vissi bara ekki hvað. Já. Ég er ekkert búin að vera bara, ég er bara svona, það er nú gaman. Svo kom til mér bara, er ég bara að tala um þetta? Fyndið. Einmitt. Og fá bara fullt af fólki til að labba með mér inn í þetta ömulegasta ár lífsins. Sem voru þetta bara vinur og vandamenn sem leti bara borga sér inn í ammælispartíinu mitt. Sniðugt. Já, það var góð mynd. Og svo var ég í svo miklum feelingi eitthvað, ég fór bara baksins og bara satt í þar einhvern veginn. Ég glemdi einhvern veginn að fara fram og segja hæ. Já. Svona eftirsjón sem ég er með. Þannig, sko, en já, það var bara rosa gaman og það var svo gaman og fólk var að spyrja mig hvort ég vildi gera aftur. Já. Þannig ég hendi í aðra sýningu, hún seldist líka upp. Geðvegt. Og já, svo erum við núna var Des og líka í Jan og Jan var uppselt. Rúki með steik að hafa uppistandu miðaldradótt í í Des, það vil ég alltaf tala um jólin. Já, var þringri róðurinn í desember. Já, ég vissi það ekki fyrirfram, sko, en ég veit það núna. Já. Þannig að það fór svona, fólk kom með það í janúar og svo er ég með núna 2. mars og er svona peppa það eitthvað í gang. Ég sá ógeðslega að fyndi bitt frá þér á Facebook að raði upp þóttavel. Það var svo mikið leiklið í því, þú veist. Ég elska efni sem að þú veist, einhvern veginn svona þú veist, þetta einhvern veginn svona þetta er mjög algeng pæling einhvern veginn svona, ég er aða svona og konur mín er aða svona en þetta verður svo ekstrím hjá þér, það er svo ég dýrkaði það, sko, ég var alveg það finna var að þetta var ekki undirbúið. Í alvörunni? Já, þetta var bara alveg spontant. Í alvörunni, geðveikt. Mér fannst þetta að vera, sko, því maður hefur séð eitthvað svona memes eitthvað, þú veist. Já. En að Scandinavian designer og raccoon og meth. Já. Þannig að ég var svona með það bak veirað, en það er ekki hvarla að mér að vera eitthvað, ég ætla að gera bit þetta. Einmitt. Það er eitthvað svo, er það ekki eitthvað svo fyrirsjónanlegt. En svo var bara einhver í salnum því ég var að tala sko
skipulag og hvað geggjað allir hlutir í sín stað og eitthvað Já. og þá situr kona á fremsta bekk og hún gerur bara er svona og ég var alveg já, við finnum hvort annað og svo erum við að raða saman í þannig að það var bara bókstaflega Þú bara bjóst þetta bit til fyrir já, þetta þessa er samt konu raunverulegt sko. Já. Þú veist, þetta er true story sko. Ég hefði haldið að þetta væri skrifað af því að mér finnst þetta vera einhvern veginn svo mér finnst þú fara einhvern veginn svo fína línu í því að gera þetta svona einhvern veginn Einmitt. öfgafullt já, af því að þú veist, ég elska þú veist, uppáhaldstegundur mín og uppistandi er það sem ég veit ekki hvað er að fara að gerast já, og þess þá heldur ef ég tel mig vita já, hvað er að fara að gerast Já. Og síðan gerist eitthvað annað og mér finnst Einmitt. þetta vera já. dæmi slíkt bit Það er örglega sko hérna, ég er með sko handrit og ég er með ramma Já, ég er meir með ramma heldur en handrit ég var alveg heiðaleg já, og svo virðist ég bara elda salin sko. geðvægt og þannig ég er í improvi meir hlutin af sýningunni sko. Já, og hérna það hafa yngar 2 sýningar verið nákvæmlega eins þó að séu svona það eru 2 svona segment sem að þú veist tíðarhring kvenna já, og hérna landvættarreynslunum mína já, landvætta já, Bíddu. það tvennt er svona sem ég kem eiginlega alltaf Ok, solid með sko. Já, bara það tvennt Já, Það eru einu allt hittir einhvern veginn svona Vá, spinnst svolítið. einmitt já, Sko, ég spinn líka mjög mikið Já. en ég er alltaf með svona 5 pósta eða eitthvað, þannig að ég, þú veit já Hugrakk. ég reyni, nei þetta er bara þú veist, ég ætla mér alveg að fylgja planinu sko. Já, Þú veist, já. ég er alveg með sko, ég er með 8 bits þannig ég er með 4 fyrirlíi og 4 eftirlíi Já, og ég meina hérna síðast þá er ég bara komin á númer 2 sko og ég var bara að byrja að ganga langt inn í hlið sko. oh my god, wow Já, þannig ég var eitthvað, við þurfum að spýta í lófana hérna og koma Vá, svolítið það er frá. geðvegt Og einmitt, mér finnst líka svo gaman að elta salin og þú veist, Já. bara eins og þannig að sjá einhvern sem er að taka undir og vera bara eitthvað Já, við skulum leika þeim saman Já, ég er að sjá það svona eftir á, ég hef aldrei vitað þetta fyrirfram í raunni. Já, Ég hef bara séð það núna að því ég hef sko, ég tók upp fyrstu 2 sýningarnar, Já, vinur minn er sérst tökumæður og hann bauðst þess að taka upp fyrir mig þannig ég er búin að geta hort á það. næs Já, það er alveg, ég sé, eða, veist, það hefði verið, ég veit ekki alveg hvernig það hefði verið ef ekki gert það sko, Já. að ég mundi náttúrulega ekki neitt, Einmitt, sérstaklega eftir fyrstu sýninguna sko, já, bara ég var bara í einhverju blackouti, Já. einhverju rosa glöð með þetta allt saman Já, og svo var mér ráðlættið mitt að taka upp sko audio já, og ég gerði það á síðustu sýningunni, ég gerði það ekki á desember sýningunni, Já. ég vissi ekki að það gæti gert það var svo fyndin. Ég er alltaf smá eins og einhver síkópati Ég tek alltaf upp bara, ég er alltaf með síman minn bara svona, ég veit ekki okkur ég þarf að sína þér hvernig síman minn lítur út Ég á síma Já, Ég er alltaf með síman minn í brjóstvasanum og tek upp og síðan hlusta ég alltaf á það svona 2 sinnum á leiðinni heim sama hvort það gengur vel að illa og ég bara eitthvað kem heim og Hófi kærastan mín er eitthvað að vera til og ég er eitthvað svona kem inn og er eitthvað ekki tala ég þarf að stúdera hvort ég var fyndin eða ekki En getur þú gert það, þú veist, bara strax? Sko, það sem ég ætla alltaf að gera er að gera það strax og síðan láta líða 2-3 daga Já, og síðan og gera það og greina já, en ég hlusta alltaf bara á 2 sinnum strax já, og fer það annarkvort á svipuna eða á einhvern svona á pallin. já, einhvern óverðskuldaðan pall af því að akkurat og síðan enda ég bara alltaf að hlusta á það bara day off næstu sýningu Já, og fer það annarkvort á pallinum eða svipun inn á svið já, svipan er yfirleitt betri fyrir mig inn á svið heldur en pallurinn já, af því þá er ég með Já, a bone to pick já, En ertu ekki að bara elta hláturinn? Ertu ekki, þú veist, mér var kennt það að Jú. að bara svona, þú veist, elta hláturinn einhvern veginn. Jú, Eða 100% ekki elta hann en hlusta eftir Hlusta hann og bara eftir svona, honum hérna er tækifæri til að stíga fastar inn í og eitthvað. Já, bara svona bæði þessar sko, eftir að þú byrjar að gera uppistand ég reyna átt að maður hvort að þetta ég hef spurt nokkur að þessu sko, ég reyna átt að maður hvort þetta sé eitthvað svona occupational hazard eða persónuleika röskun einhver hjá mér ertu oft svona að neyða konuna þina til þess að hlusta á þig prófa bit?
Já, einmitt, góð spurning. Sko, nei, Nei, ég gera Ok. það ekki. Af því ég man sko, ég hef, áður en ég gerði uppistandi mitt, þá var ég með erindi breytingaskeið já, og ég var svona að renna það, þú veist, fyrir hana og var eitthvað svona, hei, getur hlustað hérna og eitthvað og hún hlustaði svona. Og ég var eitthvað, ástu mín, okkur ertu reið eða? já, Og hún bara, nei, ég er bara innbetu mér. Já, Og ég var já, bara, já. Þetta er bara fella óþægilegt, ég vil ekki láta hlusta mér svona, þannig ég vil ekki kalla eftir þessu aftur. það sem ég gerir stundum er að allt of oft reyndar er að ég segja eitthvað, hófi hlær og ég er eitthvað svona okay, þetta var kannski ekki bara í mómentinu, þetta er kannski eitthvað og þá svona held ég áfram og hófi er eitthvað, Stefán, ég er bara heima hjá mér að vera manneskja, Já. ekki gera mig að tilrauna dýri fyrir Já. feriliðin. Já, ég sko, eina ástæðan í rauninni fyrir að ég fer í imprófið er ég man oft ekki það sem ég ætla mér að gera. Aha, Ég gleymi því bara í mómentinu. Ég er hræðileg með þetta sko. Já. Ég vinn á daginn, þá er ég með vinnustofur og erindi og eitthvað svo leys. Og þá er ég með glærur til þess að minna mig á Aha. hvað ég er að fara að tala um, í hvað átt við erum að fara. Þú veist, ég nota það rosa mikið bara eins og göngugrindina. emitt. Og ég hef alveg í þeirri vinnu, þú veist, þegar ég var að vinna líka bara sem vinnustæðaráðgjafi og stjórnundaráðgjafi, þá kom alveg fyrir ég að búin að plana eitthvað með stjórnundum, já, svo komum við inn á þetta og fjöllum um þetta, Já, og gerði ég eitthvað allt annað, sko. aha, Já. Og þannig að ég hef alveg svona notað glærurnar alveg bara, ok, minna má Já. þetta, við erum fyrir þessa átt, já, og mér finnst það mikið frelsi inn í imprófinu, já, inn í stand-up forminu, og sérstaklega því ég er bara ein, já, þú veist, og enginn veit hvað er að fara að gera. emitt. Og ég veit það ekki einu svona sjálf, en Já. enginn veit það Já, nema núna að ég er búin að segja það upphátt. Það halda allir bara að maður sé búin að æfa þetta og eitthvað. Þannig að mér finnst það alveg geggja frelsi, bara ég má bara ráða hvert við förum. já, emitt, það er geðveikt. Það er líka... Já, En ég held líka sko, þú veist, að áhörundur upplöfu sig kannski minna svikna af því að maður vill, ég sem áhörundi, þótt ég veit að það er ekki satt, þá er ég alltaf bara eitthvað svona, ég vona að hann sé bara að gera þetta núna. Ég vona að hann hafa bara dottið þetta í hug núna því að við erum svo skemmtilegir áhörundur. já, það er akkurat þannig hjá Já. þannig. Mér finnst bara það sem fólk hlær, ég bara espast öllu upp og Já. það vil gera meira og Emitt, en eins og sé, ég hef alveg ætlað að tala um eitthvað og ætlað að muna eftir einhverju og mamma og pappi eru búin að koma á einhverjar 3 sýningar og pappi var sko á 3. sýninguna eitthvað, þú sagðir ekki þetta og Já. ég bara, ég gat ekki muna það kom bara spontant, skilur, já, einhver tíman og hann var einhvern veginn að bíða eftir því eitthvað. ó, vá, emitt, Ég var alveg, sorry, ég svíkja þig. En ég hef sko farið eins og á svona, ég fór einhvern tíman í, hvenær var það, síðast árið eitthvað, það kom einhver gaur, bandaríkjamaður, og var með svona surrealist improv eða stand-up. ó, vá, Og konu minn keypti miða og við fórum saman og ég hef ekki hugmynd hvað ég er að fara á. já, Ekki hugmynd. já, Og það er eitt að skrýtnasta sem ég hef upplifað að því ég vissi ekki, þú veist, hann væri, hann alltaf og svo bara eitthvað næsta well, og ég var bara eitthvað, já, hvað er í gangi? emitt, Þú veist, hvað er allar hann að lenda? Er hann Já. að finna taktinn? Já. Eða, þú veist, hvað er að gerast? já. Þannig að líklegast hefði þetta að lesa mig til þar. Síðan eru líka, af því að þetta er svo grín getur verið svo mikil nördasköpur að það eru margir sem Þetta var pjúra nördaskap, já, sko. það eru bara týnst í sósunu. Já, en hann átti samt alveg greinilega aðdáðundur. Já, já, já. Og hérna var, Býtu, var það Fred Armisen með það? Nei, þetta ekki. var það í Háskólabíó? Nei, Nei. það var í Gamla bíó. Já, þetta var Reggie Watts. Yes, Reggie Watts. Einmitt. Sem fullt af fólki veit hver er. Já, já, Og er alveg með sinn fanbase Já. og allt þetta. já. Og er örgulega fyndin ef ég hefði, þú veist, ekki allan tíma að reyna að átta mig á hvað er hann að gera. Sko, mér finnst Reggie Watts mjög skemmtilegur en ég nefndi ekki á þetta uppistand af því að af því að mér finnst hann mjög skemmtilegur í 5 mínútur eða eitthvað á Já, Instagram og síðan er ég held að sko í hlénu þá var ég alveg, ef að fara. einmitt. Og konu mín svo skildur ekki, hún var bara, Heyrðu, þannig ég var alveg, við þurfum, og fóruð þið? já, við fórum. Já, vel gert. Hófi mín er líka svona. Við fórum á hana verstu leiksningu sem ég hef séð. Ég ætla ekki að nefna hana því þetta er lítið land. Ég skal segja það á eftir. Verstu leiksningu sem ég hef séð. Við fengum frí með það og við sátum á fremsta bekk Ó, það er og hræðilegt. þetta var stór salur
og fyrir aftan okkur sátu kunningjar okkar og einu þeirra sagði eftir í hlýðinu, já þér finnst þetta ekki skemmtilegt Stefán, þá sá hún það á hnakkanum mínum hvað mér fannst þetta ömurlegt og ég var vist bara svona og bara réð ekki við mig og ég sagði við Hófi, heyrðu, ég get þetta ekki fyrir heim og hún bara eitthvað, nei það er svo óþægilegt og við setjum fremst og já og síðan vorum við þarna í þetta var svona 3,5 tíma sýning eða eitthvað og ég sé bara eftir þessum tíma úr lífinu mínu. Já, ég bara skilja. Maður mun ekki lifa eilífu. Jesús, og líka, en ég get ímyndum með, og situr á fremsta bekk, þá ertu bara stundum að horfa beint í augun á leikarana, eða ekki? Og ég held að ég hafi stundum bara, að þau hafi séð mig bara vera svona að horfa í augun á sér. En þú er ekkert farið í hérna, ég finnst stundum í svona svona hvatningargýrum bara, sko, hvað þetta er flott hjá þér. Ég geri það aldrei og það er ekki einhver svona meðvituð ákvörðun, ég var bara mjög erfitt með að fela tilfinningana mínar og já sko þegar mér finnst eitthvað mjög gott þá er ég oft bara svona og þá er ég með að sína hvað ég glaður með eitthvað en þegar mér finnst eitthvað hræðilegt þá er ég bara eitthvað og þú veist ég er ekki að reyna að vera leiðilegur þetta bara líkaminn minn öskrar á bara eitthvað ég þarf að hreyfa, ég þarf að losa mig úr þessu Svona óþægilegu aðstæðum. Já. Ég reyndar líka, það sést alveg á mér og fólk sem þekki mig mjög vel ég er alveg búin að þurfa að æfa mig ég er alltaf orðið núna 46 ára ég kom með svona ágætis æfingatíma í að vera ekki bara þú veist að ég hef alveg verið bara einmitt og fólki í kringum mig bara loka, sorry og ég bara, já, sorry þú veist, það bara sést langa leiðir á mér ef mér finnst eitthvað skrítið eða ég skil ekki eitthvað þannig ég er alveg búin að þjálfa og ég hef svona meðvitað reynd að gera það ef mér finnst eitthvað vera bara alveg í ruglunu að þá er ég bara eitthvað you go, af því að það getur þú veist, þá getur hinn kannski séða og vera alveg það hefur eitthvað trú á mér, ég er ekki að gera hluti og þá kannski verður maður ennþá betri já þetta er uppbyggilegra fyrir heiminn einhver kraftbirting í því en ég er náttúrulega vinn sem líka þú veist, markþjálfi og þjálfari þannig ég er bara svona, elska peppa fólk já, einmitt og þannig að kannski tengist að því eitthvað ég hef svolítið við pislaskrift þannig ég elska að rífa fólk niður ég myndi ekki meika það sko. Ég elska ekki að rífa fólk niður Heyrðu, þú fórst á Sindra Já, fór að sjá Sindra og svo fór ég í Pottin Já, og hvaða laug? Hitta Sundhöllina Ég var að hitta vinkonum mínar sem að voru bara búin að hjálpa mér ótrúlega mikið með stand-upið koma því á koppinu og svona og önnur Lína vinkonum mín sem að kom mér í þessar aðstæður Já Ég sneri mig bara að henni og sagði mér langar að gera stand-up ég veit ekki alveg hvernig ég á að pródúsera það getur komið mér í þessar aðstæður af því þegar ég er komin í aðstæðunar þá er ég ekkert að fara þú veist, skorast undan þannig að hún spurði bara hvert viltu fara eða hvar viltu vera ég bara Tjarnarbíó 31. ágúst því ámali og hún bara alright, það er bara komið og svo hún Dóra Jóhanns sem var svona supportaði mig og peppaði mig mitt rosa mikið í, veist, ég fekk aðeins að renna þetta fyrir framan hana og þegar hún satt svona hvar er heyrðu mig hlæja og ég var ekki nei, heyrðu ekki hlæja já, einmitt sko, mér Dóra, hún með svo þú veist, einmitt þetta við vorum að tala áður við byrjum að taka upp, ég voru að spura námskeiðum hjá henni og hún getur einhvern veginn verið bara svona, bara eitthvað, ég er ekki að hlæja, hvað fyndum við þetta en maður er samt bara eitthvað, takk fyrir stöðningin ég bara kunna að vita heiðarleikan og líka kemur svo gott svona, nei, farðu dýpra hérna inn farðu, gerðu þetta íktara og ég skil hvort að segja þannig að hún hefur verið svona sérlegu ráðgjafir og svona peppari líka og Lína vinkonum mín líka þannig að við fórum í Pottin og svo fórum við saman út að borða Hvert fóruð að borða? Monkeys Ég hef ekki farið þangað, er hann góður? Mæli með, bara það er held ég japanskt og líbanskt fusion wow. og alveg bara skemmtileg þjónusta og bara næs umhverfi og svolítið svona, við vorum á föstudagskvöldi þannig að það var svolítið svona busy stemning geðvægt, hljóma vel það var bara
ég get alveg mælt með, það var alveg mjög skemmtileg upplifun. Og var konan þín heima með þegar þið börn eða ekki? Við eigum dóttir. Þegar dóttur, já. Þannig að konum ég var heima með hana og Og meir um það. Ekkert meir um það. Þá er það útrætt. Já, þá var það útrætt. Ég var alveg svona smá stund að venjast í, hún er bara að verða 3 ára, dóttir okkar. Já. Og þegar hún var svona á fyrstu mánuðunum, þá var svona smá stund að venjast í bara, við ættum bara barn og það væri bara einhver nýr einstaklingur komin inn á heimilu okkar og okkur svona augnablik sem var síðan alveg það var að fá okkur ís. Já. Og konum við bara, hvað hefur að gera írun? Og ég bara, einmitt, já. Við getum ekki skilið hana bara eftir. Ég skal bara hlaupa út og ná ís fyrir að gera þannig. Nú erum við þannig fjölskylda. Vá, ég sé mig svo mikið í þess bara 100%. Það var bara svona, einmitt. Og líka sko, ég veit ekki hvort það myndi alltaf gerast það dramatist, en mér er svona, ég fæ dellur og áráttur og sem fyrir mér að leiðast. Já, og skilið. Mér líður eins og það gæti gerst í einhverju svona mikró, ég er ekki að segja að ég mér leiðist og minni stinga barnið mitt af eða eitthvað, en bara eitthvað svona eftir kannski að mynda 3-4 ár, þá er ég bara eitthvað svona ok, I get it. Já, bara þú ert frábær. Hvað nú? Já, einmitt, nú er ég búin að sinna rosa mikið, nú langar mér að sinna önnur áhuga. Já, einmitt. Já, nei sko, reyndar að skemmtilega við, þú veist, það er alltaf eitthvað að breytast hjá henni. Einmitt. Maður heldur að sé búin að krakka svefnin, þá skiptir hún svefnmunstur, maður heldur að sé búin að krakka matartíman, þá breytir hún hegðun þar. Já. Það er alltaf einhver svona nýr þroski að kikka inn, allavega skilst mér svona fyrstu 6-7 árin, þá er bara rosalega mikið í gangi alltaf til þess að halda mann vefnið. Já, það er örugglega þróunarfræðilegt til þess að foreldrar að gleymi þeim bara ekki. Ég er bara ekki spurning sko, svo er þau náttúrulega sæt og þau dýrka mann. Þannig að maður er með svona lítinn svona aðdáðand alltaf heima á sér sko, þau bara vilja vera nálægt manni og alltaf ég kem heim, þá bara, þú veist, ég kem seinna heim sko. Já. Þannig að hún kemur alltaf bara hlaupandi til mín og ég meina, þetta er bara algjör draumur sko. Þau eru bara tekin í öll bóksin til þess að halda mann með efni sko. Þau vita hvað þau eru að gera. Þau verða að gera, þau eru screwed án okkar sko. Já. Ég las einhvern tímann einhverja mjög ómerkilega svona þykjustu vísindagrein hvað mannfólk er lélegt af því að börnin okkar þú veist eiga ekki séns án okkar fyrstu 12 árin eða eitthvað. Einmitt. Þú veist, önnur dýr það er bara eitthvað 3 mánuðir eða eitthvað kettir og skúpa. Nema er ekki hvalir, þar er alveg þar held ég að hvað segir maður? Kúin? Barnið, guð. Ég var að segja hvolpur. Og bara mín ábyrgð. Ég fyrir alveg, hvað heitir þetta aftur? Ekki hugmynd. Hérna barnakvalurinn fylgir held ég mömmu sinni alveg örugglega 2 ár. Ok. Já, ég er alveg svolítið góðan tíma sko. Þetta var mjög ómerkilega. Þau eru náttúrulega einhver svona fjölskyldu unity. Já. Já, það er náttúrulega svona háþróðu tilfinningalega. Já. Sem við kunnum ekki að meta. Nei, best að skjóta það. Það meikar sens að tilfinningalega bældast að þjóð heimsins myndi skjóta á þróiðu tilfinningaverunar hvali. Þetta er svo steikt að við séum aldrei úti. Já. Þetta er svo steikt og mér líður bara eins og einhver einn maður er bara eitthvað, ég skal fá aldrei áfram. Þú veist, og þjóðin er bara eitthvað, já, ok. Sko, ég tók upp á því nýlega byrja að hlusta á símatíman á Reykjavík síðdegis og Bylgjunni. Ég var atvinnulegs tímabili og ákvað að byrja að hlusta á það. Hugsa, er bara svona, hérna er eitthvað efni. Hérna er eitthvað efni og þetta er stórkostlegt efni sko. Og bara í fyrsta lagi, mér finnst þú skrítið hvað eru margir sem að hafa enga beina hagsmuni af hvalveiðum sem er samt bara eitthvað við þurfum að veiða hvali, við þurfum bara að fara á skipunum og drepa og maður heyrir þetta ofta ekki á síðan, bara einhverjir gamlir kallar aðalega bara tökum skipin og skjótum þau. Já, við höfum bara alltaf gert þetta. Þeir eru þarna við höfum sér hvalskip og við höfum að nota þau. Einhver þarf að skjóta. En síðan var, ég hlusta á eitthvað eitt viðtal þar sem að, það var ekki viðtal, símatíma, þar sem það var mánudagur, það hringdi inn einhver gamall kall til þess að svara innhringingu frá einhverjum öðrum gamlum kalli á föstudeginum áður. Hann var eitthvað, já, mér þykir alveg ótækt að hér sé nefndi gaurinn og nafn, þú veist, það eru nokkri svona fastagestir sem hringi alltaf inn, sko, að hann Böddi eða eitthvað sé að hringja hann og ræja Kristján Loftsson og maður er bara eitthvað, vá, þetta er lífstíl.
þetta er fólk sem er hætt að vinna mögulega alveg pottétt. og vantar einhver áhugamál. Já, maður að hlæja þessu en síðan þetta bara sorglegt dæmi félagslega einangrun. Sko ég hef alveg reynt að hlusta á þetta Já, að því ég á okkur svona minningu, það var oft gert grínað eitthvað svona þjóðarsálinni. já, Já. akkurat og ég hef alveg svona reynt og svo er ég bara eitthvað hvað meiri sér bara ég föst í umferð og ég er alveg, ok, núna er tíminn ég er ekki að gera neitt annað, ég get bara að tjekka á þessu hvað er að gerast, svo er ég bara fólk er bara töðum ekki neitt sko. Uppáldið mitt, það er einn sem hringir í hverju einustu viku. Já, þú bara með þetta svona Já. Til þess að kvarta yfir því að það sé spilað lag fyrir símatíman í staðin fyrir að lengja símatíman þessar 4 mínútur. Hann vill hafa meiri tíma fyrir fólk til að ringja inn. Og hann bara, þú veist, þetta er bara, hann er að gera þetta ógeðslega vel, skilur, hann er örugglega samt að posta líka, hann er bara með umkvörtunarefni og hann er bara skipulega að reyna að breyta kerfinu innan frá. Hann getur kannski sótt vinnu Já, verið tæknimaður og verið alveg Já, heyrðu, það væri ég ger það bara lagið virkar ekki í dag, það virkar ekki þannig að beint í símum. Já, gerum það bara Já, en ég veit að þetta er samt sko held ég að svona minni mann á maður þarf að hafa einhver áhugamál í lífinu að því að þegar maður hættir að vinna að þá hafi maður til einhvers að snúa sko. Já, einmitt. Það sé alveg svolítið mikilvægt sko. Og kannski eru svona babyboomerar á Íslandi, það var bara ekki kannski til mikið af tækifærum til áhuga mála framundir 9. áratug. Já, og við erum náttúrulega það er ekkert langt síðan að við bara þessi velmögum kikkar inn. Einmitt. Ég man alveg eftir þegar allir bílar voru gamli bílar á götunum og maður sá einn og einn sem var nýr og hann var svona skar sig úr. Já. Núna er það bara akkurat öfugt. Já, ef þú sér gamlan þá er þetta alveg wow, hvað er þetta að gera? Það er svolítið töff. Já, einmitt. Þannig að já, fólk var bara velmögunin sé orðin alveg miklu meir. Einmitt. Þú varst bara að hugsa einhvern veginn að lifa af. Já. En það Laugardagur. Þetta verður svona vikulegt session hjá mann einhvern fara yfir vikuna til þess að rifja upp hvað maður gerði. Laugardaginn, já, einmitt, 8. febrúar, einmitt. Þetta er sko svona afmælismánuður í fjölskyldunum minni. Ok. Mamma mín á afmæli 8. febrúar og tengdapabbi líka. Ok. Og sama ár líka. Þannig að við erum búin að þurfa svona að splitta okkur á stóramælum. Einmitt. Og þannig að við fórum í brunch til mömmu og minna fjölskyldu og fórum svo í kvöldmatt til fjölskyldu konum minnar. Ertu mikil fjölskyldumanneskja? Já. Þannig að þú varst ekki búin eftir? Nei, ég bara elska þetta. Ok. Þú veist, rosa gaman að vera í kringum fjölskyldunum mína og bara fólki sem ég elska og minnst náttúrulega mín fjölskylda langskemmtilega sko. Og það er alveg þannig, þú veist, dóttir okkar er 30 ára að verða, annar bróður minn á strák sem er 2 ára. Já. Og yngsti bróður okkar, hann á stelpu sem er 6 mánaða. Einmitt. Og þannig að við komum öll saman. Já. Það er alveg svolítið gaman. Einmitt. Sjá alla litlu krakkana og svo er einn úlingur líka. Einn bróður minn á úling. Hvað er úlingurinn gamall? Hann er 15 ára. 15 ára? Strákur? Já, býtu 15. Nei, hann verður 16 ára á þessu ári. Ok. Og hann er komin svona aftur, hann detta aðeins út, nefndi ekki ára með okkur og núna nennir hann að koma aftur. Ég held að það, gaman, já, og það líka örugglega bara mjög veit og góða framtíð fyrir hann, hann er svona ungur komin aftur. Já. Ég var 20 og edrú þegar ég kom aftur. Það nefndi að hanga með fjölskyldunum minni, sko. Já, ég er alveg sammála, mér finnst hann gera það svona furðu fljótt aftur, sko. Já. En hann er alveg, þú veist, hann er vel svona tilfinningarlega þroskaður. Geðveikt. Já, og hann finnst alveg gaman, börnin alltaf dyrkan og já. Og svo ég haldi áfram á sunnudaginn. Já, sunnudaginn. Af því að þá konu mín á líka afmæli í febrúar. Ok. Karen. Mamma mín á líka afmæli í febrúar, notabene 3. Já, einmitt. Já, Karen heitir konu mín. Karen heitir konu mín, svona, ég er búin að nefna konu mín nokksennum. Já. Hún á afmæli sko 11. febrúar, hélt upp á sunnudaginn. Ok, wow. Þannig að þá var svona, þar saminuðust báðar fjölskyldurnar og var svona
afmælisdagur. Þetta, afmælisdagur? Já. Bara opið húsi í kaffi sem breytast sérna í kvöldmat eða eitthvað? Svona næstu því. Já. Það kom allir, þú veist, fjölskyldan hennar kemur akkurat á slaginu. Já. Fjölskyldan mín kemur aðeins seinna. Já. Komum samt frekar nálægt á slaginu ef þau eru að hlusta, þau eru svolítið viðkvæm fyrir þessu. Komum bara á nokkur réttum tíma og svo, svo endaði einhver með okkur í kvöldmat. Ég, sko, fjölskyldan mín, við erum mjög góði vinir. Já. En við erum öll svolítið innræn og við hittumst 2 tíma í mánuði, cirka. Bara borðum kvöldmat eða brunch, einu sinni í mánuði. Já. Og okkur finnst það bara öllum, bara alveg nóg, sko. Já. Og síðan, þú veist, sendum við stundum SMS og tjekkum inn á hverju og við ringjum stundum í mömmu og ringjum stundum í pappa, en ekkert eitthvað mikið. Ekkert illt á milli okkar. Og þannig hefur þetta bara alltaf verið og síðan, þú veist, ég tók Elgi einhvern tímann og bróðum minn tók Elgi og systir minn tók Elgi og bla bla bla. En allavega. En engin barnabörn komin? Engin barnabörn komin. Já, sko, þegar þau koma, þá langar ykkur alltaf að vera hjá ömmu og afa og eitthvað. Já, það gæti nefnilega, það er það sem að fólk segir, sko. Ég á eftir að sjá það gerast. Ég er ekki að véfengja, ég á eftir að sjá það gerast. Já, það er okkur vist núna alltaf tækifæri til að fara til ömmu og afa. Bara til chilla eins og. Já, bara chilla, rækta tengslin. Já. Þú veist, maður er bara einhvern veginn að lifa þeim að tengjast, sko. Einmitt. Þannig að. Síðan kynnist ég Hófí og hún er úr sveit sem ég held að skipta máli í þessu samhengi. Okay. Og ég byrja að fara þangað og þú veist, það er eitthvað svona, heyrðu, það er kaffi 2 og þau eru bændur þannig að þau koma inn úr fjósi 2 eða eitthvað og síðan klukkan, ég man þetta bara ljóslifandi, fyrsta fjölskyldubúðið kaffi 2, klukkan er orðin 7 og fólk bara situr hana ennþá og ég er eitthvað spjallar og ég er bara eitthvað, hvað þarf ég að vera af því að ég var líka að gista hjá tengdaforeldrum mínum skilur þannig að ég gæti ekki farið, ég var bara eitthvað og ég var nýr þannig og ég var að hugsa bara eitthvað, nenni þið öll að fara af æsku heimili ykkar svo ég geti slappað af á sjónvarpið. Síðan eftir að þau kynntust mér betur þau eru öll mjög sósíal og öll mjög hlý og elskuleg og þau eru farin að bera verðingu fyrir því að í löngum fjölskyldubúðum þá fer ég bara inn í herbergi og legg mig og sem kem ég bara aftur og það er bara ennþá allt í fullu svingi sko. Akkurat, og það er næs. Það er næs. Það er svona sálfræðilegt öryggi þarna inni. Já, tengdapabbi sofnaði alltaf bara í boðanum sko. Já, bara í stólnum og enginn hefði litið mig hornauga ef ég hefði gert það líka. Ég bara, svo, maður var sig. Eðlilega, maður veit aldrei hverju vonar á. Heyrðu, hvað var boðið upp á í sunnudagskaffinu? Amælisvislunni? Amælis. Það var, hvað vorum við með? Það er ekki mitt, sko. Okay, mitt forte, konu mín er svo miklu betri í þessu nýja, sko. Ef ég hef fengið að ráða þá hef ég bara keypt örgulega skúfukökur og möndlukökur. Einmitt. En hún bakaði skúfukökuna og systir hennar kom með möndlukökuna sem hún bakar. Og svo var hérna brauð og ostasalat og svona gúrmeidót með. Geðvægt. Og hérna, já. En ég gleymi að segja frá dóttur mín litla að því ég er svo pepp fyrir því að vera með lítið barn einhvern veginn og vera foreldri. Já. Ekki, þú veist, ég var ekki þannig pepp áður en ég er svona núna bara, hvað er gaman að vera í þessum leik einhvern veginn. Já. Þannig að hún er í jazzballett á laugardagsmótnum. Já. Hún er svo lítil, hún er ennþá bara að læra að fylgja fyrirmælum. Já. Þú veist, hún er bara nýhætt að hlaupa bara salin. Já. Og hérna, en einn kennarins orðaði svo skemmtilega bara, þetta fáðu bara víðáttbrjálæði. Þú veist, þau eru bara með einhvern risa sal. Akkurat. Þannig að þau þurfa bara svona að kynnast salnum. Já. Hún er bara svona nýbyrja að setjast. Einmitt. Ógeðslega skemmtilegt og rosalega krúttlegt, sko. Já. En gengur allt út á að fá stimpil í lóktímars. Já. Það er svona aðal. Og fær hún stimpil ef maður er búin að vera duglegur að sitja og hlusta fá bara allir stimpil. Það er ekkert eitthvað, nei, þú varst ekki dugleg. Þú þarft að læra þetta snemma í lífinu. Viðurkenning er skilyrt. Já, bara. Þú ert ekki nóg. Hún er ekki, hún er 30 ára. Já, við erum ekki að gefa út stimpla hér hægri vinstri. Stimplar vaksa ekki á trjám. Nei, góða mín. Ég var í ballett þegar ég var 4 ára. Já. Nei, 5 ára og síðan hætti ég þegar ég fór í grunnskóla því að þá frétti ég að þetta væri fyrir stelpur. En fegin hafa komið staði. Það er vandræðalegt ef ég var ennþá. Fólk myndi sjá mig og bara, veit hann að geta fyrir stelpur. En þá sko, að þú talar um að hlaupa í hringi,
við vorum yngsta deildin í þeim skóla og þetta var eitthvað svona samsýning í gamla bíóða Borgarleikhúsinu, ég manna það ekki. Já, ekki Borgarleikhúsinu, það er alltaf Já. einhverjum sýningar. Já, Borgarleikhúsinu þá klálega. klála. Ég var þetta á Nesi, er það jazzballett? Ekki nú vel að mér. Og þá var þessum vikjunum krakkanir, við fórum í kattabúningu og við bara hlupum í hringi. Já, með svona, einhver svona prigg. Já, Já, með svona ritt-dóti. hlupum bara í hring eftir hring eftir hring Já. eftir hring og Sniður, einhverjir svona stjórnendur eða þjálfarar. já, ég held það og síðan klöppuðu allir fyrir okkur og við gerðum það sem við áttum að gera líka, það hefði ekki verið eitthvað svona. Síðan fannst mér svo gaman að láta klappa að ég reyndi að fara aftur undir tjaldið og fara fram. Þú bara í skall, Já, það stoppa mig enginn. ég með að tight five. Og Já. já, við erum á sunnudegi, er ég að Já. spóla fratt eða? Ég er bara svo lengi, ég er núna bara svona að rifja þetta allt upp, sko. Já. Ég veist, ekkert frekk, já, ég þarf svona, ég var ekki eitthvað, býtu, nú er ég að fara í viðtal Nei. vikuna, hvað er ég búin að gera? Þetta er svolítið fyndið, ég er búin að fá nokkur í viðtölina Já, og sögum eru bara eitthvað, ég get þetta ekki, ég sæki dagatalið og ég eru bara bókstaflega að lesa upp úr dagatalinu sínu. já, Og- þetta kemur, sko, en Já. maður byrjar aðeins að því svo fór ég líka á, með dóttur mín á, hérna, því við eigum Maximus Musicus bókina Já, og hérna, mér varst svo skemmtilegt að því að allt svona eitthvað tónlistadót, öll svona upplifun já, held ég að sé svo rosalega skemmtileg fyrir börn Já. og svona þroskandi og eitthvað þannig að ég gifti þessa bók fyrir hana í sumar og svo er Maximus að taka á móti krökkum í hörpuna emmitt. og sína þeim eitthvað og við fórum á sýningu að það var uppbóka klán 10 og 12 Já, en það var lust klán 11 að því það var hérna með tákmálstúl. tákmáls Já. það var Nei. tákmálssýning Tákmálsýning? með rattúlki Ó, vá, geðvegt. já, mér varst það eitthvað svo, ég var alveg má maður svo bara, já, það var mjög skrítið ef við mættum ekki koma, Já, en já, ég var já. sendið, megum við koma og mér varst eitthvað svo skemmtilegt eitthvað svona að fá að vera í minnihlutahópnum Já, emmitt. en svo síndist mér nú samt mjög margir að vera heyrandi, sko, Já, fyrir, en það var rosa gaman. geggjuð pæling að vera með þannig að tákmálsýning, Já. hljóð túlkað, Já. það er, Það var rosa gaman, þú veist, með hérna Maximus táknið er svona eitthvað já. og norðurljósin er eitthvað svona og eitthvað, ógstlega skemmtilegt. Er Maximus ekki snöldar dæmi eða? Jú, það er alveg svona, sko, þarna við vorum að skoða bara hörpuna í rauninni Já. og Maximus var alltaf að fela sig eitthvað stöð og eitthvað, þetta er hann, eitthvað. Geðt. Og hérna, en dóttir mín þegar við komum út í bíl, þá var hann eitthvað, við sáum engin hljóðfæri. Að í bókinni þá kemur labbar hann inn á svið og þar er Symfó að æfa. Emmitt. Þannig að maður fær kynningu á öllum hljóðfærunum Já, og hún var pínu, átti greinilega von á því, ég átti Já. þetta líka von á því, en hérna, en það var meiri svona kynning kannski á hörpu, Já. eða bara húsinu. ég held það er einhver tíman svona Maximus Musicus og Sinfo, eða ekki einhver tíman einu svona á ári eða eitthvað oftar. Ég vona það, ég er bara til í það. Já. Mér finnst núna allt svona bara rosa spennandi og Já, gaman að leita upplifunum svona upplifa í gegnum barnið kannski. maður er það svolítið að gera það. Sko. Já, Ég er að hlusta á ávaxtakörfuna sem ég hlustaði aldrei á sem barna því ég var nú gömul þegar það kemur og já, hún er bara nokkra mánuða þegar ég er bara eitthvað, hérna, emmi ananas eitthvað. En hún elskar það núna og við erum búin að fara einmitt líka á ávaxtakörfuna hvað sáðu ágstakoruna? í Hveragerði. Já, það er Leikvopurinn þar. sterkt leikfélag þar. Já, er það? Mér, Það var bara mann mjög sýnist flott. það sko. Já, það var bara mjög flott og hérna, já, hún var ekki trættið að neitt þannig, sko. Já, geggjað. Það var eitt lítill frændi hennar sem vildi ekki fara, hann strækaði því að hann var svo hrættu við mikluhóluna. Já, Þannig að hann Ég- kom ekki og hún er ennþá að tala um það, hvernig hann, okkur var hann svona hrættu við mikluhóluna. Það er bara, Er eitthvað svona stolt í henni að hún hafi ekki verið hrætt eða er þetta bara svona nei, hún er bara alltof lítill til þess að vera með einhverja þannig tilfinningar. Aha. Sko. Hún er ekki komið með neitt ego eða neitt þannig. Já, já, Þú já, veist. já. Ætli ég að segja, samt fyrir hún alveg í ykkur skömm og svona, en ég held að það sé bara aðalega því að hún fær kannski ekki að smá mill eða Já, eitthvað svoleiðis. já. Núna getum við sagt þegar hún er svona eitthvað, þá er ég alveg, ert í fílu? Já, Já, ég er í fílu. æ, Og það er rosa krútlegt, sko. já. Gott Já. líka bara að vera bara í fílu. Já, og ég er bara eitthvað, vá, ég skilði þið svo vel. Sko. Já, Bara, ég myndi líka alveg vera pínu fúll já, og ég fengi ekki að horfa hvernig sem ég langar til. Ég bara Einmitt. skilði það rosa vel. emmitt. En þannig er það bara. Já. Og ég held áfram með það. Já, höldum áfram. Ef að fara í sunnudag eða Já. það var ammælið. Já, ekki ammalið og svo bara
man ekki, örugglega kósuðu okkur kvöldið og Hvenær er vanlega farið að sofa á þínu heimili? mér langar að segja svona einhvers staðar stundum ef ég er þreytt og búin mikið að gera þá sofna ég þegar hérna svæfa litlu Já, en að því ég verði alltaf bara svo rosalega þreytt líka þegar ég er að svæfa hana sko. já, Og hérna hún er svona með mig einhvern veginn í vasan þannig að ég einhvern veginn enda á að lesa fleiri sögur og segja meiri sögur og konur mín er alltaf svona fljót út og ég bara hvað gerir þið? Hún bara, ég las bara 2 og svo bara búin að sofa og ég er alveg, einmitt. hún er bara búin að vera í einhverjum leik við mig og við komum út og hún þarf að kúka og hún þarf að borða og hún þarf að gera alls konar og Já. já, en já, þannig að svona ef það svona milli kannski 11 og 12 eitthvað svoleiðis að fer eftir ef við erum að horfa á skemmtilega seríur Já. Ef við erum að horfa á góða seríu sem með cliffhanger Já, í lokin já. þá getum við alveg vakað hans lengur. Hvað, er það að horfa á eitthvað gott núna? Við tókum hérna einhver sænsk sería á Netflix fullt af sænsku dóti þar sem hétt hérna svona cold case breakthrough breakthrough heitir það, ég man ekki hvað er á sænsku Nei. en það er eitthvað svona kalt mál sem að leysist eftir 16 ár Ok, og það er einhverjum 5 þættir og við svona spændum í gegnum það nice. Er þið búin að horfa á Kastanjamennin? Danskur krimi? Ég held við séum búið með allt er það ekki gamalt stöf? Smá? Já, svona nokkur ár Já, nokkur ár. Já, ég held við séum búið með allt svona danska stöfið er svo skeri sko Já, ekkert lítið er svo rosalega skeri alveg, já. Sko sænska er ekki eins skeri Nei, þau eru glaðar í Svíþjóð. En svo tókum við núna eitthvað svona morðin í Óre eða eitthvað Líka sænskt. Já, Já. bara mjög flott stöf svolítið svona eins og True Detective hérna á Íslandi Cool. nema eiginlega betra eða skemmtlegra Já, allir að segja ég var ekki alveg nóg ánægður með Night Country. Ég var bara fyrir Þú varst bara fyrir smá bara vonbrigðum. stömbling hérna því ég átti eiginlega bara að vona á að þetta er það gott stöf Ég líka. þannig að ég var bara rosa hissa Mér fannst sko hvorki Jodie Foster nýja hinn aðaleikonan bara neitt sympatískar. Nei, Ég hélt eiginlega ekkert með þeim einhvern veginn. Nei og bara eitthvað þú veist og maður var pínu svona ég veit ekki hvað er en þetta er allavega þú veist gerist líka einhver staðar í einhver svona litlum bæ Já. einhver staðar sem fullt af snjór og verður myrkur Já, og þetta er alveg skemmtilegt sko nice. þetta er mjög skemmtilegt Morðin í Öre. Já, Óre. já. Er einhver Óre. Óre, er einhver svíja tenging eða? Ég er alveg upp í Svíþjóð Þú ert alveg upp í Já, Svíþjóð. ég fætt sko í Lundi Já, kem heim því 12 ára einmitt. þannig ég er ennþá svona að tala beigjustundum vittlaust Já, og svo hérna ég vissi það ekki fyrir en að einmitt Lína vinkonu mín Já. svona æsku vinkonur og hún sagði ekkert við mig hérna það er svo hérna skemmtilegt hvað þú ert ekkert svona komplexuð með á beigir vitlaust orðin og ég bara beigir vitlaust orðin eða ég hef ekki hugmynd það new complex just dropped. Já, svolítið, ég var alveg og núna er ég stundum, ég get alveg svona stressuð þá er ég eitthvað, oh my god, segir maður dóttir eða dóttur oh my god, Já, ég veit það ekki, maður. einmitt. Ég er búin að vera að kenna útlendingum íslensku Já, sem er frábær vinna. já Hvað er þetta að gera það? Tin Can Factory heitir það Já, einmitt og kann mjög vel við mig Já. og finnst þetta að vera gott starf. Ég efast að þetta verði ævistarf en hríð er þetta frábært og það sem ég hef svolítið kennst á því að kenna útlendingum íslensku er að þetta er fucking ómögulegt tungumál. Þetta er alveg svolítið flókið sko Við erum að reyna að læra kynafnorða og maður kemur með Já. einhverja svona 5 reglur og séðan bara eitthvað, já, nema þessar 400 undantekningar. Já, og sko reglunar sem við kunnum Já, er oft einhverja reglur sem við lærðum einhvers staðar á leiðinni Já. í barnaskóla, Já. eða í grunnskóla og það er eitthvað svona ástæða fyrir að við kunnum nákvæmlega þessa reglu Einmitt. og við getum að plæjað hana rosa oft já, en við skiljum hann ekki endilega en Einmitt. bara við vitum að þetta er svona já. Ég var að vinna á kaffihúsi með tveimur þegar ég var tvítugur með tveimur erlendum konum sem að voru í mými held ég að læra íslensku og þær voru eitthvað svona, getur útskýrt þetta fyrir okkur og ég var eitthvað ég tala frekar góð íslensku og ég var eitthvað, já, ég var eitthvað þessi skoðu þetta, ég var bara eitthvað, nei, þetta er bara svona. Já, þetta já. En ég finn það, ég er ekki með hérna máltilfinninguna fyrir Já. íslenskuna Já. en ég er með hana fyrir sænskuna Þú Einmitt. veist, samt er ég með barna orðaforða Já,
og ég get ekki haldið uppi fullorðin samræður nema ég þyrfti að vera út í Svíþjóð í svolítið tíma sko. já. En ég alveg svolítið góð með mig þegar við erum að horfa okkur á sænska þætti heima, þú veist, konu mín alveg skilur allt sem ég sagt og ég bara ég þarf ekki að lesa textan, ég skil og henni finnst þetta svo merkilt, hún bara skilur þetta og ég bara svo ég er ekki svona að horfa á skjáin, ég samt skil hvað ég gert That's a bit Já, mánudagur, vorum við byrjað að tala mánudag? Já, hvað gerist á mánudag? Þá gerist eitthvað þá bara mæti ég örugglega í vinnuna ég bara mæti í vinnu og er vinnu á borginni Já, hvað ertu að nákvæmlega að gera þar? Ég er að leita niðurskurðartillögum Já, einmitt, hvað má skera niður? Ég er í stuðnings- og ráðgjafateymi fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar Já og það var svona eitt af heilsutengdu hlunnundunum fyrir starfsfólk borgarinnar. Já, næs. Virkilega flott svona framtak og og ég byrjaði bara fyrir tæpa ára síðan. Þannig við erum að stofna þetta. Já, gett. Og við erum bara 2 með þetta og við erum svona að bjóða starfsfólki borgarinnar að koma og fá ráðgjöf hjá okkur í einstaklingssamtöl, svona svo fyrir ráðgjöf út í bæ. Já. Bara allt sem snýr að því að efla félagslega og andlega heilsuðina. Og við erum líka með vinnustofur fyrir vinnustaði og fræðslur. Þetta er snillt. Já, mér finnst þetta svo flott sko. Já, Hófi vinnur hjá borginu, vinnur hjá borgarbókasamninu. Já, ok. Það senda hana til þín. Já, talaði við hana. Svona. Þetta er alveg, þetta er sko starfsfólk borgarinnar að kostnaðarlausu. Það kostar ekki neitt og já, maður þarf ekki að fá samþykki eða neitt fyrir að koma til okkar. Nei. Bara sendir e-mail og maður finnur tíma. Já, eða bara, þú veist, það er ákveðið svona umsóknarform sem við byggum til aðgengilegt, þannig að fólk þarf ekki einu svona að nota Reykjavíkurmailið sitt. Guð, ég á kannski ekki vera að auglýsa það hérna, fyrir alls konar fólk eitthvað, út í bæ. En það veit ekkert hvað þetta umsóknarform er? Það er þetta mjög góð punktur. Já. En ég var sko að vinna áður hjá Gallup og þar var ég að selja alla þessa þjónustu. Já. Þannig að maður var eitthvað að senda einhver fyrirtæki leið til maður og maður svona að gera tilboð og það var alveg, getum við stytt þetta hérna, þetta er svo dýrt hérna eitthvað og núna get ég gert allt þetta á þess að rukka neitt fyrir það og mér finnst það svo gaman sko. Geðvegt. Já, mér finnst þetta alveg rosalega flott framtæki og bara gaman að vinna hjá borginni. Já, borgin svona sem aðstandandi borgarstarfsmanns. Já. Borgin er að mörgu leyti frábær vinnustæður og Já. Að mörgu leyti er þetta líka bara rosalega stór bjúrókratískur vinnustæður. Já, þetta er náttúrulega eitthvað tæplega 12.000 manns sem vinna þarna og það er alveg náttúrulega á mörgum stöðum er bara rosalegt álag. Já. Maður heyrir það alveg, þú veist, eins og inn í skólaumhverfið og í búsituna og það er bara á fullt af stöðum þar sem fólk er bara undir rosalegu álagi. Já. Og það er alveg tækifæri til þess að gera betur en ég er allavega þar á daginn og svo held ég á mánudagskvöldinu þá kom ég örugglega bara heim og tók þátt í heimilishaldinu sem er bara borða klukkan 6 og byrja svo að hátta litlu 7 og svæfa og vera einhvern veginn þáttakandi. Hvor eldar oftar þú eða Karen? Karen. Hún er sko miklu betri í því en ég. Já. Hún eldaði sko rétt í gær eða fyrradag sem var bara eitthvað svona mix úr ískápnum eitthvað og við borðaðan og þetta var bara allt í lagi en ég sagði hann það er svolítið svona eins og ég hafi eldað hann er svolítið þannig og hún bara já ég veit hvað þú veist ég er ekkert endilega með svona touchið fyrir eitthvað svona sort of flavor svo eitthvað ég líka misti sko lyktaskinnið fyrir COVID fæk ég bara eitthvað lungnabólgu og misti lyktaskinnið og hef ekkert fengið aftur og bragðskinnið líka svona daufara þannig að ég pikka ekki upp á þessu fínu brauð og þessa fínu lyktir þannig að ég er með svona allt svona gróft en fyrir það var ég samt ekki að smakka til mat hvað sem er þannig að þú veist ég elda meira en Hófi eldar betur en ég þú veist ef það eru matarboð og aðalega fallegra sko þú veist, ef það eru matarboð þá er ég bara sous-chef sko, ég er bara að skera lauk og hlýða fyrirmælum en svona degi til dags Ertu svona listamaður? Þú veist, ertu svolítið að testa og ég er svolítið að testa og svona listaverk einhvern veginn hjá Hófi þegar hún er að búa til það er algjört listaverk sko, hún býr til svo fallega mat og
passar upp á alla fæðuflokka og eitthvað en Nice. þetta er svona ákveðin, ég held að ofta svona hversdagslega en það er líka ákveðin stjórn sem ég mér af því að ég vil borða snemma. Já, þannig þú ert bara fyrir til. Já, ég bara byrja að elda af því að eins og ég sagði ráðan, hún er alveg upp á Bóndabæ þess að það var ekki borðað fyrir en eftir fjós bara og þannig að hún er alveg góð með að borða klukkan 9 eða eitthvað og mér finnst það bara að vera brjálæði. 6, 7. 6, 7. Ég má ekki borða klukkan 6. Það er bara búið að taka fyrir það á mínu heimili. Já, það er líka, sko ég man, sko þegar dóttir okkar byrjar sko að borða sjálf, eða svona mat einhvern veginn. Já. Og þá var eitthvað svona matur klukkan 6 og ég bara, segi hver. Og Karen bara eitthvað, það allar barnafjölskyldur borða klukkan 6 og ég bara, er það bara að skrifa eitthvað? Hvað fyrst þessar upplýsingar? Þú veist hvað? Og hún bara, þetta er common sense. Og bara, er það? Og ég veist svona að testa þetta. Já. Og ég hef alveg gert, þú veist, þið er ein að stýra öllu. Já. Þá höfum við kannski, ef ég svona, þú veist, teikt þetta, þá endar það bara í einhvern veginn. Allt annað verður erfiðara. Það verður erfiðara að koma í náttfötin, busta tennurnar, allt verður svo erfitt. Þannig að, 6 var alveg rétt. Hún hafði rétt fyrir sér. Hún hefur það mjög oft, sko. Það er svona 2 sinnum undanfarið þar sem hún hafði ekki rétt fyrir sér. Til hamingju. Já, en það er alveg þannig að ég er alveg, þetta er annað skipti. Og hún bara, að hversu oft, Þannig að, en nei, ég held að daginn hérna, ég fæ svona, tek svona tímabil. Já. Það var einhver réttur sem ég eldaði og hann var alveg geggjaður. Einhver svona með bönunum og hérna netusmjörsósu og eitthvað, hann var bara geggjagóður og einhvern tímann klikkaði hann svo hræðilega að ég bara ekki nefnt að elda hann aftur. Ég myndi gera það nákvæmlega sama. Já, ég var bara eitthvað, nei, ég er ekki að standa í þessu rugli aftur. Já. Þú veist, fór bara í fílu. Já, ég hef gert það sama. Ég man ekki eftir dæmin, ég veit að ég hef gert það nákvæmlega sama. Gera eitthvað sem og hófi dyrkar og ég bara eitthvað, vá, ég er bestur, ég er að fá klapp á kollin. Og sem klikkar það, þá er ég bara eitthvað, ok. En ennum bara ekki finna nánar út úr þessu. Já. Þetta bara klikkaði, þetta var ekki gott, ég vil aldrei tala um þetta aftur. Já. Ég er líka með, ég veit, sko, tengir við þetta að ég geti ímynda mér endur og tengir ekki við það því út markþjálfi og svoleiðis. En ef ég er ekki instantly frekar góður í einhverju þá snerti ég það aldrei aftur. Ég þarf ekki að vera bestur í heimi öllu strax en bara svona... Nei, ég bara skilða sko. Já. Það er ákveðin svona þrautsegja sem maður þarf. Ég tengi alveg við þig sko. Já. Ég þarf annarkvort að vera mjög skemmtilegt eða ég þarf að vera mjög góði og það náttúrulega verður þá gerir það mjög skemmtilegt. Já. En annars getur líka verið bara félagskapurinn og allt þetta. Já. Ég til dæmis ég hleyp mjög hægt sko, alveg svona fáralega hægt held ég og langar að gera það rosalega mikið einhvern veginn en ég þarf að gera það í annarkvort góðum félagskap eða ég er að hlusta á eitthvað sérstakt. Þú veist, ég er ekki svona, ekki að vera bara, nú þarf ég að gera styrtaræfingar þannig ég verði fljótari, þú veist, ég er bara eitthvað, ég hleyp bara hægt og það er bara gaman að hlusta á bóka með hann. Já. En sko Karen, þannig vísi að þið verðum svo ólíkar og það er svo gaman að sjá hvernig einhver önnur mannskja er svona nálgast hlutin allt öðru sig. Hún byrjaði bara einn daginn að prjóna. Já. Og þá fór hún og sá einhverja peysu sem hún langaði og fann einhverja uppskrift að þessari peysu, því það maður prjónar eftir uppskriftum. Já. Og það er bara 5 af 5, svona erfiðleika stigið. Já. Og hún var bara prjóna, reki upp. Prjóna, reki upp, prjóna, horfa eitthvað dönsk vídeo, skrifa eitthvað og ég var bara bara úthaldið. Þú veist, ég byrjaði einhvern tímann að prjóna, ég prjónaði í grunnskóla, einhvern orm og einhvern tímann alltaf ég prjóna í svona saumaklúbb, gera svona því maður auðvitað ekki að sauma. En ég var sko komin hringinn með prjóni mitt og þá mundi ég ekki hvað ég var að prjóna lengur. Já. Þannig að ég hef lent í þessu saman með prjónskap, svona þrautsegja. Og mér finnst skemmtilegt hvað samböndin okkar virðast vera svipuð af því að Hófi líka sko, hún er rosalega góð í rosalega mörgu og ég held að það sé líka bara því að hún á ekkert erfitt með að vera léleg í einhverju í smá stund. Já, svona lærdómsfús. Já, lærdómsfús og ég held að það sé líka eitthvað sveitaeðli bara. Já, það þarf bara hlutir þurfa að gerast og þeir mega taka tíma, akkurat. Já, kannski er það var einmitt þegar ég kynntist sko, tengdafjölskyldinu mínu. Þú veist, ég kemur úr svona fjölskyldu þar sem er bara slegist orðið. Já. Og bara líka bara slegist matinn og það bara allt bara og bara svo gaman og eitthvað. Já. Og svo kemur ég í tengdafjölskylduna og fyrsta svona
matarbóðir sem ég var með í úst, þá er bara einn talar í einu og allir hínir eru að hlusta Já, og ég var bara eitthvað að tala svo er þeir eru bara öll að hlusta og enginn er að fara að grípa orðið þannig ég það bara klárar heilu setninga þar vá, það er óþólandi pressa því að maður er ekkert búin að ákveða Nei, bara stundum með maður, bara byrja maður að tala og bara aðtuga hvernig maður hljómar bara eins og vorum að gera nákvæmlega núna skilur, og þetta kemur eitthvað út úr þessu Já, þau voru bara, já, maður byrjar að tala og hvað bara þú veist og ég þurfti alveg að venjast þessu Já, en já. þetta er úrslega næs sko, og það kannski kemur að þessi ró einhvern veginn svona já Sko, fjölskyldan hennar Hófi er reynda líka svona skrimsla fjölskylda eins og þín Þannig að Þetta kallar fjölskyldur minni skrimsla Nei, bara svona, þú veist læti og stemming, skilur Meinti þetta ekki illa Ég kem með þetta heim sko Oh, fuck En það er samt sko eins og tengdapabbi var einmitt sko sem að Hófi líkist mjög Hann var svo ótrúlega rólegur og þegar Hófi talar svolítið með það sko þegar hún var lítil þá var hann kom á skrifstofan hans þar sem hann var að skoða myndbönd af einhverjum að tína grjót og hann var bara eitthvað, sjáðu Hófi við þurfum að tína þú veist, þennan akur, þetta er örugglega ekki akur þennan landsluta, whatever rétta hugtakið og þú veist, það er örugglega leiðilegt á menn við erum að tína grjótið, en séðan þegar við erum búin að tína grjótið, sjáðu hvað við fáum fallegan gróður í staðinn wow. og þú veist, þetta er bara einhvers konar sennismi sem maður finnur ekki á Íslandi þetta er líka svo gott sett upp út í lífið 100% Vá, hvað þetta er gott sett upp ég hef alveg til að fá svona uppeldi sko Já, ekki það, ég fekk alveg eftir að hyggja bara mjög skemmtilegt Já. Ég þarf alveg að fara til ráðgjafa og vinna eins úr alls konar já, en veist, já, þetta er gott sett upp sko. já Ég held sko á öðru tímabili og í öðru landi þá hefði tengdapabbi bara verið talin spámaður sko. Já, pottið sko, eitthvað svona senmaster Já, og þú veist, hann var líka þannig, þú veist, öll dýr leituðu til hans og öll börn lagðust bara og sopnuðu hjá honum Já, og, það var svona einhver Disney karakter Erum við farin langt yfir tíma hjá þér eða? Kortur í 6 Kortur í 6 Ég veit ekki hvað tíminn er hér Ég er engin tími á mér Ok, Ég var bara hræddur að ég var að halda þér Nei, sko, ég minnst ekki leiðilegt að tala sjálf á mig Nei, gott veist, og minnst líka gaman að inputið þín og bara mjög gaman hérna í þessu samtali Mér finnst líka mjög gaman í þessu samtali Já, Það er ég gott get eiginlega bara að tala endalaust Ok, En ég er að fara í leikhús í kvöld já, hvað ertu að fara að sjá? Ég er að fara að sjá Ungfrú Ísland Já, geggjað Já, ég er alveg mjög pepp sko, búin Ég að er lesa mjög bókina spenntur, og búin að fá alveg geggjað dóma og Einmitt. þannig ég er rosalega pepp sko. Hún Greta Kristín, leikstjóri Já. var á útskrifast þegar ég byrjaði í listaháskólanum, við vorum í sama námi og Hvað nám er það? sviðshöfundabraut heitir það Já, og hún, þú veist, bara svona típa sem að allir voru bara eitthvað she's going places já, and she went já, ótrúlega hæfileikarík listakona já, sko Íris Tanja Já, hún er hún er með kærasta frænku minnar Já. ég er alveg rosa pepp að sjá geðveikt, já, hennar svona, performance já, sem er búin að fá svo ótrúlega góða dóma Já. og ég er alveg ekstra pepp Já, ég er ekki bara, Hófi fór án mín, Hófi fór með vin okkar á bóndadaginn að sjá það er pínu weird Jeps, þeir fengu sér sushi og í leikhús og ég var heima að horfa á eitthvað Já, ég var svo mikill kall, ég var að horfa á EM í handbolta, HM í handbolta Ég var eitthvað eigin já, þú komst ekki, varstu busy Já, Þannig ég horfi aldrei á ég horfi aldrei á íþróttin það er bara stórleikir Íslands í handbolta en ég er alveg ég verð alveg eins og allir Íslendingar bara þá þegar Ísland er að keppa í handbolta ég verð alveg fanatískur Já, ég er ekki þar ég tengi ekki neitt við þar sko. En já en ég fór sko á þriðjudaginn þá átti Karen loksins afmæli Já, 11. og þannig að ég tók mig frí eftir hádegi í vinnuna og við fórum hérna í spaið á Hilton, heitir ekki Hilton sem er á Suðurlandsbraut, það er gott spa Heru, það er svolítið old school Já, ég var alveg svona, þetta er alveg svona þetta gamla dag, bara með svona stóru einhverju Chesterfield já vestiði hérna sófasetti Tókuðu nutt eða? Hún fór í Hún fékk nutt nudd, nefnilega. Ég var bara eitthvað dandalast
þegar við Hófi byrjuðum saman fyrsta árið okkar, þá gaf hann mér nudd í afmælisgjöf þar. Já. Ég er ekki mikið fyrir nudd Nei. og ég er aðeins búin að mildast gangvart í með árunum. Já. En það er nudd innifalið í heitapottinum þá, eða en þá, ég veit það ekki. Þannig ég sat í heitapottinum árunni fyrir nudd og þá kom bara einhver manneski og byrjaði að nudda mig og ég var eitthvað, ég vissi ekkert hvað ég átt að gera, ég sat bara einhvern veginn og sem eftir svona 3 mínútur er bara eitthvað, ok, takk. Það var líka ekkert samtal þetta. Kannski keypti hann eitthvað svona fínan pakka sem það var innifalið, ég veit það ekki en alltaf bara eða ég var bara ég bara verð það er engin annar. Þegar þú segir það, hann var í kraftgalla. Það er svolítið kaldur á höndunum. Já. Ég veit að það myndi. Ok, þannig að þið fóruð í spaðið, Já, hún fór í nudd. Hún fór í nuddið og svo fórum við hvað gerum við? Við náðum örgulega bara í litlinu okkar snemma. Já, Já. hún er á leikskóla. Já, hún er á leikskóla og náðum bara í hana og svo fórum við á Kastalakaffi sem er svona barnakaffihús. Lengi verið á leiðinu þangað, er ekki sjúkar kökur hana? Sko, jú, og kostar bara ekki neitt. Einmitt. Ég held við keyptum 3 kökusneiðar Já. og kaffi og svo fekk hún fær Baby Chino. Baby Gino? Hún er allast upp af náttúrulega 2 fullorðnum konum Já. sem að drekka kaffi, þannig að hún auðvitað fær Baby Chino, Já, það er eitthvað mjög sem hún gott. þekkir. Og hvort ég borgaði eitthvað 3 og eitthvað úr skall, sko. Já. Ég var bara, já, Og ok. þetta er mjög barnvænt, segirðu? Já, þau eru með sko nefnilega eitthvað svona barnaherbyggi. Ah. Þannig að maður getur, þú veist, setið þar inni, það Já. eru borðstólar Já. og svo eiga þau bara að leika sér í dótinu. Já, og Gott að Og- vita. já, þetta er alveg svona, þetta er mjög næs, þannig sko. Ég fór í fyrst skipti bara einmitt með litlu að því að þegar hún var, þegar hún var svona 8-9 mánaða, Já. nýbyrjuð að skríða, Já. þá svo við eitthvað svona tónagullið eða eitthvað sem er eitthvað svona tónlistartímar Já. fyrir lítil börn. Já. Og okkur fannst náttúrulega bara hún væri svo bráðþroskuð og klár að Já. hún ætti erindin í þetta umhverfi og síðan hún svona eftir á því ég hitti börn sem eru 8-9 mánaða, Já. þau eru bara einhverju litli hlungar sem gerir ekki neitt. Þú veist, þau eru bara svona eins og einhver sandbókar eitthvað Já. og ég er alltaf eitthvað vá, bara, þú veist, meðast hún verið eitthvað svo mikil persónleiki Já. og svo mikil karakter Já. og núna er að ræða þetta við foreldrar þessar barna, þá er ég Já. alveg mér fannst það svo mikil karakter og persónleiki og maður fær stundum svona hvað er það að segja um barnið mitt? Og ég er eitthvað, nei, sko miða við hvað á eftir að gerast. Þú veist, hún var bara eitthvað lítill hlungur sem var bara eitthvað gæti ekki gert neitt nema bara svona eitthvað rétt að skríða og við erum bara eitthvað, hér er lítil manneskja sem þarf að fara á tónlistarnámskeið eitthvað, what? Hún þarf að fara að skapa list. Já, við bara eitthvað borgum fyrir það eitthvað, þetta með eitthvað sens eftir á higgja, sko. En þannig kynntist við alltaf Kastalkaffi og kíktum þangað og bróður minn og konan hans og kom með litla stráki sinn, þannig að þau léku sér aðeins og við gátum aðeins spjallað og já, svo bara man ég ekki hvað ég gerði kvöldið. Eitthvað sænst. Ég er svona eiginlega að vona að við höfum gert eitthvað næs að Já. þetta var ammælskvöldið hennar. Já. Jók, við fórum út að borða. Fórum út að Ég er borða. sko steik hérna. Var pössun fyrir litluna hjá ömmu og afa? eða var- Já, þannig að Tengdó kom hérna og passaði og svæfði hana sko þannig að hún sofnaði við lestur bókarinnar. Ó, Og það er eitthvað sem við vissum hvorugar mömmurnar að hún ætti í sér. einmitt. En amman getur gert það. Já, hún er með Hún er með eitthvað árin. svona sen, eitthvað. Já. Já. En við fórum á að því Karin líka, hún elskar allt svona óvænt, þannig að hún var eitthvað, þú veist, ég gerði þetta óvænt, eitthvað bókaði fórum á Súmak, það er svona staðurinn okkar. Já, hann er geggjaður. Já, hann er geggjaður, sko, bókaði Súmak og, þú veist, talaði við Tengdó og pössun og eitthvað. Já. Og svo var Karin eitthvað, óvænt date? Og ég bara, já, hlammalega út að borða og eitthvað. Já. Já, og hvernig á ég að klæða mig? Og ég bara segja hvert við erum að fara. Já. Nei. Og meiri segja sko, mamma hennar spilaði svo vel með að þegar hún var að segja henni um daginn, veist, að við varum að fara út, þá var mamma hennar, já, hver er að passa? Vel gert. Já, bara, what? Þetta er ekki svona mikið leyndamál. Vel gert, Tengdó. Þau eru öll í þessu. Sko, við, Hófi elskar líka óvænt og hún er búin að ala mig á því líka.
Við skipleggjum alltaf svona alveg óvæntan dag fyrir hvort annað ámælinu, bara frá, já, mjög skemmtilegt. En að því þú segir, og hvernig á ég að klæða mig? Ég veit ekkert, eða skilur, ég veit alveg, við erum að fara að gera eitthvað sem er kalt, whatever, en ég veit, ég hef ekki klúðrað því, en ég er alltaf með mikið óöryggi fyrir því að ofmeta eða vanmeta hversu fín hófi á að vera fyrir eitthvað tilefni. Hversu fínni henni langar til þess að vera. Já, af því að sko ég er eiginlega bara með 2 mót sem er casual eða fín, en það eru blæbrigði hjá hófi. Já. Og kannski einhver svona kvenlægur samanburður sem að Já, sko ég komst að því ég skil alveg hvað meina, sko. Já. Að ég er nýbúin að komast að því, ekkert ný, ég er bara farin að skoða mér svo fyndið og því ég tala það líka í uppistandinu, sko, og ég hef oft pælt í því að því ég mála mig ekki og ég er ekki svona prótótýpan af svona kvenlegri konu. Já. En sko áður en ég kom til skápnum bara 31 árs. Já. Og það var ekki eins og ég væri eitthvað, ég er inn í skáp, ég bara vissi ekki, þú veist. Já, ég var bara eitthvað, já, ok. Eitthvað, og en rétt áður en ég kem út skápnum að þá tók ég svona tímabila sem ég var að reyna að vera kvenleg. Já. Þú veist, og ég var með svolítið sítt hár og ég setti svona sjöl á mig og eitthvað. Já. Og fólk var alveg svona, fá hvað þetta ferði vel að vera svona kvenleg. Fólk fannst ekki þetta svona næs, það var svona þægilegt að vita. Að því að eins og ég núna, þá veit fólk ekki svona almennilega bara hvar set ég þig? Já, einmitt. Þú veist, og stundum segir fólk eitthvað sæll og ég er eitthvað, er þetta kona? Já, ég sé það núna á brosinu. Já, akkurat. Á brosinu, já. Eitthvað svona að bjarga sér einhvern veginn. Já, eitthvað, veit ekki almennilega. Já. Og mála sig og allt þetta. Já. Þannig að ég bara komast að því að, þú veist, það er nóg fyrir mig, sko, að fara í skyrtu. Já. Og kannski skipta úr stregaskómi í leður, sko. Já. Þá er ég bara tilbúin. Já, sama. Þetta er svo mikill luxus með að við sko einmitt konunar, alltaf konun mín hún er svona að krulla sig eitthvað og svo þarf hún að mála sig og alls konar dót eitthvað svona. Hjá mér, af því ég er alltaf í skyrtu þá fyrir ég svona jakka. Já. Í staðinn fyrir þessa úlpu þarna sem er svona hún er alltaf lagi en bara svona sambóki einhver. Já, ég er eitthvað svona ég vill ekki vera algjör gaur eitthvað þannig ég ætla ekki að fara í jakka. Já. Það er svona eitthvað fyrir mig, það er eitthvað svona það er svo rosalega lessulegt. Ég eitthvað svona blazer eitthvað. Já. Það var aðeins svo mikið fyrir mig. Ef að fara á miðvikudag eða? Já, þetta var einmitt, við fórum á Sumak og það var geggjað og svo hvað gera á miðvikudaginn, þá var örugglega bara vinna og svo bara hvort fór ég ætlaði að vera að markþjálfa ég er að markþjálfa svona eftir vinnu og það frestaðist þannig að þannig að ég var bara heima ánægð með það? Já, mér finnst alveg gaman að hafa mikið að gera en mér finnst alveg mér finnst líka ógeðslega gaman að fá svona óvænt geta verið með og þetta vill maður vera með sem mest sko. Kikkar inn einhver afkomi kvíði þegar eitthvað frestast eða cancelast? Nei, alls ekki að því ég er með einhvern veginn stedd í laun hjá borginni og það er rosalega næs sko. Allt annað er bara bónus og mér finnst það gaman þeir að taka svona gigg einhver hér og þar einhver vinnustofur fyrir einhver fyrirtæki mér finnst það bara, það er algjör bónus að það gerist og mér finnst það alveg líka mér finnst það bara gaman en ég var alveg fundið það svona sterkt bara, það er svo mikill luxus að þurfa ekki að hafa áhyggjur af þó að kanslist eitthvað eða færist að því oft kemur eitthvað, vinnustofur þetta alveg bara peppaður eitthvað og svo bara er eitthvað, heyrðu aðstæður breyttist í fyrirtækinu, við erum að forgangsraða en hvað með að koma í vor eða eitthvað og maður er alveg, ekkert mál og ég hef alveg verið þar sem maður er alveg ekkert mál en þú veist á hverju á ég að lifa og gera ráð fyrir þessu það er alveg svolítið næs og þurfa ekki að gera það sko. Þannig að ert þú þú ert hana í Tinkan? Ég með Tinkan og er það svona steady, er það verktaka? Það er verktaka sko nokkuð, bara mjög steady verktaka samt ég var að vinna hjá Indó Sparisjóði sem markaðsmaður í 1 ár, sem var ég nýlega að byrja að vinna fyrir Riff en ég er búin að vera veikur alla daga frá því að byrja að vinna þannig að ég veit ekki hvað svo gaman það er en ég held að það sé mjög gaman ég er búin að kynnast þeim aðeins sem eru þar það er og bara frábærar konur báðar tvær sem ég vinn með
En einmitt, mér fannst það var rugglað að fá útborgað einhverjum einasta mánuði. Svo næs. Það er alveg klikkað bara. Já. Maður getur bara alveg gengið í vísu og maður borgar húsnæðislánið aldrei of seint og Já, maður er bara með svona grunn, svona stetti grunn já, og allt annað er bónus einhvern veginn. já, Og ég á meiri segja sko, ég veit ekki hvort ég bara því svo mikil kona eða hvað sko, þú veist, ég bara haga mér alveg eins og konur haga sér í samningaviðræðum og launa allt dótið sko. já, Og þegar ég var að byrja að gera, eða þegar ég var að gera stand-upið, þá einhvern veginn var ég með eitthvað, ég vildi bara break even, já, borga salinn og eitthvað, ég vildi bara svona koma út á 0 já, og og það þurfti alveg einhver í Tjarnabí og vera alveg, já en þú átt náttúrulega að fá borga alveg fyrir vinnuna þina já, og ég er eitthvað, nei, ég þarf ekkert, þá bara, veist, það þurfti einhver að segja mér, skilju ég með verðið 3 og 9 já, og þá var einhver sem sagði bara, ég held þú ættir að bumpa þig upp allavega 1000 kall, þú Já. veist, ertu helmingi minni fyndnari heldur en hinnir já, stand-upurðir Já. sem eru líka með sýningar og ég Einmitt. bara, nei, þegar þú segir það já. þá Sko, ég er með sama huga og þú varst með miðasölu, þú veist, mér finnst ekki skipta mestu máli að ég vil frekar hafa miðaódýra líka. já, fá fólkið bara Fá fólkið, þú veist. já. Ég vil frekar hafa 100 ódýra miða heldur en 20 dýra. já, sammála Og þá er mér alveg sama hvort ég kom út í hagnaði eða nulli eða jafnvel smá tapi. Ég er eins og þegar ég fæ bókanir hjá fyrirtækjum þá er ég fastur já, á mínu. já, Uh, já, því þar veistu, þar er þú veist, vera að fjárfesta pening í fræðslu og menntun og Já, eitthvað ég þjálfun og eitthvað bara með uppistand sko, bara, þá veit ég fyrirtæki eiga pening. það er svo næs Já, er það ekki? jú, það er kom bara geðveikt, eitthvað sko. að skemmta í smá stund Oftast er það, í 99% tilfella er það skemmtilegast sem ég gerir, síðan er þetta 1% stundum á ekkert að vera uppistandari. nei, Stundum er einhverju skemmtinefndinu sem elskar uppistand já, og treður inn allir starfsmenninu vildu bara frekar fá bjór fyrir hann peninga eitthvað og eru bara svona smá hostile eitthvað. já, Akkur er þú að tala? Ég vildi vera að spjalla við vin minn sem ég næ aldrei að tala við það því hann vinnur hinum einn í húsinu eða eitthvað, og nú er þú bara einhver gaur. ég fekk alveg svolítið gott að því ég hef verið að koma, þú veist, ég fengi svona Já, það sem er bara getur að koma og skemmt og fyrst skipt þá var ég alveg oh my god, ég er bara beðin að koma og skemmt já, oh my god, hvað það er gaman ég er ennþá þannig eftir 7 ár, Það er alveg 6 ár geggjað. það er svo mikil heiður, það er svo mikil traust. Já, maður, ég er svo til í það og líka bara svo gaman að fá að vera í þessu settingi með fólki Já, og þá var eitthvað sem sagði við mig mitt bara, þú ert ekki aðalatrið Já. ég er ekki aðalatrið já, þau eru komin til þess að vera saman hrista Einmitt. sig saman, Einmitt. maður er kannski bara rétt að komin til að vera einhver conversation starter eftir á. já, einmitt. búa til eitthvað svona, fólk læra aðeins, liðkast Já, og svo getur það minglað bara, djöð var þetta að glata þig Já. djöð var þetta skemmtilegt eða eitthvað einmitt. og þá má bara, bæ, gangi ykkur vel Hefur einhvern tímann að tekið glatagikk og dáið á sviði? sko, nei, ég er ekki búin að taka Þetta- það mörg gig Já, ég hef gert gig sko, þar sem að ég gugnaði ég var með tvent á leiðinni já, þá var ég eitthvað, hvort á ég að taka þetta eða þetta já, og í aðstæðanum Já. þá ákvaði ég bara, ég horfði við salinn á bara konur já, og ég var eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað ég hef svona konur, já, þannig ég fór í svona safe betið aha, sem ég held að væri landvættargrínið já, miðaldra konur, landvættarprógram það er svona útvista þrautir sem að miðaldra fólk gerir gett, já, og ég veði á það í staðin fyrir að tala um breytingaskeið aha, og ég sé ennþá eftir því að því að það hefði verið svo skemmtilega hressandi Já. að tala um breytó og geta skilið þær eftir og vera alveg við vorum bara að hlusta á breytódót skilur einmitt, Af því að svo, og þannig að vera svona að svíkja sjálfa mig Það er svo fyndið, ég talaði með áður með þess að bara í þessu podcasti, einhvern veginn svona grín heilin í augnablikinu, Já. þú veist, þegar þú tekur þessa ákvörðun, þegar ég tek svona ákvörðanir, Já. mér líður eins og ég sé að hugsa í svona 10 mínútur, en þetta er bara sekúnda, Þetta er sem bara að bara svona. bara eitthvað, hvað gerist, nei, Já. þarna geti ég mist, þessi er búin að vera með krosslaðar hendur í allt kvöld og hann geti móðgast of mikið, eða þú veist, eitthvað, að því auðvitað bara að tjekka, er ég örg já, en ég er að læra núna bara, þú veist, bara svona, það er alltaf að minna maður, við erum bara fólk já, þú veist, við erum öll fólk og ég tók eitthvað svona fyrir starfsmannahóp þar sem að ég ákvað bara að stíga fast inn í þetta, ég var bara, nú stendur mig sjálfur þér já, og þú bara
þetta er það sem við ætlum að tala breyta bara. Já, Og það var svona aldurshópur, þetta var bara eitthvað 30-40 manns eða Já. eitthvað bara, og þetta var svona eins og ég væri heim í stofunni þeirra. wow Hvað? Myndavælun var þetta, en alltaf leið, höldum bara áfram Ok. Ég ætla Og, já, höldum bara áfram, ég klippið þetta ekki neitt bæði þannig að þetta verður inn í líka já, það er strategíðan þín. Það er strategían. Já, já, já. Ég ætla bara að koma okkur báðum í þessu Já, það er líka miklu skemmtlara, er það ekki? Jú. Glæsilegt. Já. En hérna, þar talaði breytó og þar voru konur bara, og fólk bara svona kringum kannski 30 Já. og alveg að detta í bara starfslokk. Já, Og þar var einmitt einn kall sem satt svona allan tíman. Að því var að tala breytó og konur og eitthvað. Já, og það var já. svona. En það var annar kall já. sem var svona bumbu og skalla og Já. hann var svona Að það er uppáhaldslátturum minn allan tíman. Ég elska kalla, minnst það mest að vera kallar sem hlæja svona Ég var bara, má koma í heiður og þú sér að hlæja mér, skilur, það er bara geggjað. Já, Og svo eftir og þá komu allar konurnar og voru bara, svo gaman að tala breytingaskeiðið og já, það mátti aldrei tala þetta og það var alveg, einmitt Einmitt, bara þetta var rétta leiðin. einmitt Ég hef dáið sko Ég hef dáið oft, mjög oft á sviði Er það? Já Eftirminnilegast var á Hvernig þið koffurum? Já, fyrir ekki. Sko Ég var eftirminnilegast á lunga þegar ég var ekki búin að gera þetta ná lengi út að taka gigg af þeirri stærðagráðu það voru á ensku og Já, og líka fólk er bara komið til að djamma. já, og ég var með einhvern hroka ég var nýbúin að taka einhver 2 geggjuð gigg og á íslensku ég var bara já, ég gera þetta bara og síðan steindrepst ég og endar á því að ég er með svo fyrir sem að setja að það er einhver heklar sem kallar pönslæni mitt áður en ég Oh my god, það ræðir. kemði út, það var bara martröð sko. Oh my god. Og það leysist þannig að ég bara fer upp í bíl og keyri heim frá Seyðisfirði Já, og setur bara í bílnum. setur bara í bílnum bara, og síðan bílar sjálfst ég er á bíl foreldra minna gamla bíl foreldra minna sem þau voru búin að setja á bílasölu sem ég fekk lánaðan til þess að gera þetta og síðan fer sjálfstýringin líka þannig ég þarf að keyra á öðrum eða þriðja gír alla leiðina frá Seyðisfirði og sér Reykjavíkur þannig ég var svona 14 tíma af því ég komst ekki ofar en 50 en núna af því ég dáði svo oft þá er ég líka bara farin að kunna að meta Já, bara eitthvað svona og þú veist, einhvern veginn æfingi í því að vera bara eitthvað ok, þetta er ekki að ganga vel, þau eru ekki að fíla þig en ekki bakka, bara já, þú ert bara með stattu þitt, með sjálfur þú veist hvað þú ert að gera Já, kannski eru þau í vondu skapi, kannski hljóðkerfi lélegt ég veit það ekki Svo veit maður ekki. já, Þú veist, kannski eru þau bara þreytt og þess Já. vegna eru þau svona á svipun. kannski var uppsögn fyrir í vikunni Já, en svo kannski finnst þeim gaman Já. að því ég gerir á borginni þá erum við með erindi og vinnustofur og við fáum alltaf endgjöf já, og ég hef alveg verið með hópar sem eru bara svona og ég fer og kannski einhver sem að er bara heklari. já, Þú veist, já, það er bara einhver bara, okkur eru að taka fyrir þetta efna á vinnustofuna, ég skil það ekki og ég er Já. eitthvað, ég var bara fengið í þetta hlutverk sko, já, og, já, og, já, og stundum gleymi ég mér og er eitthvað, já það er nú mjög mikilvægt eitthvað og svo er ég bara eitthvað, okkur er ég að taka hann slag, ég er ekki að Aha. taka hann og mér líður ofta eitthvað svona, þetta var ræðilegt eitthvað, já, svo fyrir maður endurgjöfuna og það er eiginlega oftast bara eitthvað geggjað einmitt þannig að maður veit ekki ég væri til í endurgjöf frá uppistandsgestum já, bara sem þú pól alltaf eftir en þú getur gert það bara og áðurinn í kveðum þá er ég með hérna QR-kóða sem ég ætla að byggja ykkur að gefa mér endurgjöf, hvað gerir ég vel og hvað er tækifæri til að bæta er það geðveik hugmynd, ég ætla að gera það með næstu sýningu þannig að passar í þema og allt heyrðu, gerdagurinn, hvað gerir ég ger? Heyrðu, við sko erum að fatta, Hvað? við verum að fara að hlaupa hraðar Ok. ég ætlaði að koma heim með matinn Ó, bara búin að guð. gleyma því. Heyrðu, ok, ef ekki bara að hoppa í bara vandamáli sem ég á að leysa fyrir þig Smóta leysa fyrir mig, Já. tímastjórnun tímastjórnun hvernig get ég orðið betri í tímastjórnun já, ég er ekki góður í henni jú, ég er góður í tímastjórnun, ég ætla Já. ekki að ljúga Já. ég er með þráhyggju fyrir tíma ég er alltaf stressaður með að vera sen og mér líður alltaf illa ef ég held að ég sé að vera sen þannig að bara svona ekki hugsa um neitt annað en tíma alltaf bara Hófi er mjög slök með tíma, hún er ekki eitthvað svona þannig að hún er ekki að mæta seint alltaf, hún er bara svona venjulega manneskja þá hún bara ræður við þessa áætla tímann sem hún þarf og svona já, og ef hún mætir 10 minútum og seint í kaffibóð Já. þá endar heimurinn ekki Nei. á meðan ég er bara komin í úlpuna þinn mína og endar. skonna mín og er bara eitthvað Hófi, við þurfum að fara já, og þannig ég er mjög sjaldan fyrir vikið
Hvernig líst þér á þetta? Myndirðu segja þetta leysi vandamálið? Nei, bara þess ekki. Nei. Ok, þú gæti líka verið með hana timer á úrunniðin á klukkutíma fresti. Það er mjög góð lausn. Það er mjög gott. Já, Takk. ég var með svona Casio-úr Já. sem að bífta alltaf. Dít. Bara veistu, klukkur hann Já, þá er ég með svona aðeins möðutuð. Já. En ég er alveg, ég meina kortir í 6 þá er ég alveg, nei, ég er ekki að drífa mig. Svo Já. bara mundi ég allt í hennu. Ég bauðst til þess að sækja mat á leiðin heim, sko. Það var það sem ég bauðst til þess að gera. Þannig að nú erum við að fara, ég er að setja konur mín það aðstæða að við þurfum að gúffi okkur matinn, sko. Sorry. Hún er svo óheppin, sko. Heyri, takk fyrir að koma, Sóley. Ógeðslega gaman að spjalla við og kynnast þér. Já, bara sumuleiðis, bara Ég takk fyrir hlakka- góða móttökur. Rosalega til að sjá sýninguna þína Já, sem heitir Að finna taktinn miðaldra. Uppistand. Já. Ég ætla að gera fleiri þætti. Takk.